Komið blessuð og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Gestur dagsins í dag kona á besta aldri sem starfa við Háskólann á Akureyri. Hún held ég fyrst og fremst námsráðgjafi. Sólveig Hrafnsdóttir heitir hún. Og við ætlum að spjalla hérna meðan við drekkum vatn úr bollum. Sólveig, vertu velkomin. Takk fyrir. Ég sagði kannski fyrst og fremst námsráðgjafi, en það eitthvað meira. Já, stöðheitið náms- og starfsráðgjafi og það það sem að starf mitt gengur út á. Það að aðstoða fólk við val á námi og val á starfi líka og það það sem það sem ég vinn við í skóla. Þetta við Háskólann á Akureyri? Já. En ég gera auðvitað mikið meira heldur en það, en skúrarðu líka? Það kemur alveg fyrir. Já, það getur alveg gerst. Er það? Og ég vökva alltaf blóm mín sjálf. Já, hvað ertu búin að vera lengi við Háskólann, kannski frá byrjun hans? Nei, ekki alveg, en ég búin að vera Háskólann í 30 ár og ég búin að starfa í 22 ár. Þú ert búin að starfa í 22 ár? Já, og fram að júní á þessu ári hefur verið ein í þessu starfi. En svo vorum við svo lánsum að við fengum að ráða nýja náms- og starfsráðgjafa aldeilis yndislega stúlku í júní. En það gríðarlegur fjöldi nemenda við Háskólann á Akureyri, eins og náttúrulega alla háskóla. Já, svo sannarlega. Og síaukandi fjöldi. Nú erum við með ég held að við séum að telja í kringu 2000 nemendur við Háskólann á Akureyri og þar af það ríflega helmingur sem eru í fjarnámi eða sem eru fjarnemar, skulum við segja, því við köllum það ekki lengur fjarnám og staðarnám, við köllum það sveigjanlegt nám. Já. Þannig að allir fá sama námið í sjálfu sér, hvar sem þeir eru, en þeir geta verið staðsettir heima hjá sér sem sagt, eða hvar sem þeir vilja. Já, ég hef einmitt hitt slíkt fólk sem í námi við Háskólann á Akureyri, kemur alltaf með ákveðnu millibili. Já. En lærir annars heima? Já. Og það það sem þetta snýst byrjun, þegar fjarnámi byrjaði, þá byrjaði það svona og þá voru sett upp ákveðin prógram fyrir ákveðnar námsbrautir og allt það og það sjálf sér alveg ennþá í gangi en þetta hefur breyst ofboðslega mikið með tækninni. Og núna eru til dæmis fyrirlestrar allir teknir upp og settir inn á vef kennsluumhverfið okkar sem við notum upp í skóla sem heitir Moodle. Og þannig að þú getur í rauninni verið hvar sem í heiminum en samt fengið fyrirlestrana. Já. Hins vegar sem sagt námið auðvitað hugsað fyrir Ísland fyrst og fremst. En það eru Íslendingar út í heimi sem eru í námi við Háskólann. En af hverju velurðu þetta? Áttirðu sjálf eitthvað erfitt með að ákveða hvað þú ætlaðir að læra eða hvað þú vildi gera? Þegar ég var að velja mitt. Þegar þú varst lítil? Já, þegar ég var lítil og ætlaði að ákveða hvað ég ætlaði að vera þegar ég stóð. Já, ég fór svolítið óhefbundna leið. Já, ég gerði það. Ég fór nú bara ég gekk ég var í Barnaskóla Íslands og ég var í Oddeyrarskóla, síðan fór ég í Gagnfræðaskóla gamla, eins og við gerðum öll sem áttum heima hérna í bænum og svolítið merkilegt að hugsa til þess að þegar við erum ung, þá fara allir krakkar í Gagnfræðaskóla. Já. Það náttúrulega ekki svoleiðis lengur í dag. Þess vegna held ég að setja alltaf mikið maður þekkir alltaf mikið af sínum árgöngum, fólki í kringum sig. En allavega því ég fór þessa leið og kláraði svo Gagnfræðaskólann og síðan fór ég ekki meira í skóla fyrr en ég fór í háskóla út í Noregi. Og þá komst ég sem sagt inn á því sem heitir undanþága og það tíðkast alveg enn þann dag í dag og tíðkast upp í háskóla hér líka að það eru til sérstök undanþága ákvæði frá innritunarskilyrðum. Og ég komst inn í háskóla í Noregi og þar lærði ég það sem heitir barnevernpedagogikk sem svona angi út úr félagsráðgjöf eiginlega en beinist að börnum og fjölskyldum þeirra meira. Og ég lærði það sem sagt og kom síðan hingað heim og vann í skólakerfinu hérna
í einhver, hvað ætli það ekki verið, einhver 6 ár, þegar að við hjónin ákváðum að söðla og fara í framhaldsnám til Ameríku. Já, og þá eitthvað framhaldsnám tengt þessu þá? Já, og þá fór ég sem sagt í framhaldsnám í náms- og starfsráðgjöf sem að heitir þá, eða það námið sem ég lærði heitir beinlínis Counseling and Psychotherapy með áherslu á educational counseling, eða sem sagt námsráðgjöf. Já. Og maðurinn minn sem var þá félagsráðgjafi orðinn og búinn að starfa sem félagsráðgjafi hér í bæ, hann fór og lærði sérhæfðis í endurhæfingu geðsjúkra. Já. Þannig að það voru við meistaranámi í 2 ár í Ameríku. Já. En sko, þarf að hjálpa fólki að velja, bæði nám og starf. Þetta, þetta ekki eitthvað nýtt eins og maður segir? Það þarf kannski ekkit endilega. Sumir eru alveg ákveðnir í þessu bara frá fyrstu tíð. Og ég hef stundum talað að ég meinaði ekki sem svona eitthvað kirkjulegt, sem sagt, kirkjulega hugmyndafræði, en það stundum svolítið eins og ég upplega svolítið að sumt fólk, það kemur og það hefur einhvern veginn fengið svona köllun. Ég ætla að verða kennari. Ég ætla að verða hjúkrunarfræðingur, eða eitthvað svoleiðis. Og það heldur þá leið og gengur þá braut. Já. En svo eru náttúrulega nokkuð margir sem eru pínu svona óráðnir. Já, og tvístígandi og finnst réttilega allur heimurinn sé þarna fyrir fótu þeirra. Og hvað á ég velja, á hverju hef ég áhuga og svo framvegis. Þannig að það getur verið harðsnúið, það getur verið snúið, sko. En þetta kom bara sjálfur sér hér áður fyrr? Já, gerði það áður en eins og maður segir Edison fann þetta upp, sko. Já, en þá var náttúrulega líka, sko, þá var, áður fyrir, ég veit ekki hvað við erum að fara langt tilbaka, en þá var atvinnulífið miklu einfaldara. Já. Og ef við tölum bara í þessum bæ. Og námsbrautir. Já. Þú veist, það voru iðnnámsbrautirnar sem að fólk fór mjög oft í bara af því að pabbi átti bílaverkstæði eða einhver var smiður eða eitthvað þess háttar. Og síðan, og þá lá einhvern veginn svona beinast við að taka við fyrirtækinu eða hvernig það nú var, sko. Já. Og svo var menntaskólinn, ef við tölum bara í þessum bæ, sko. Það var þetta út allt land bara mjög svipað. En áður fyrir var bara atvinnulífið einfaldara. Og núna til dæmis verið að gera gráður og fólk að útskrifast með svona ýmiss konar svona blandaðar gráður, sko. Bæði sem sagt, þú getur verið með félagsvísindi með áherslu á lögfræði eða áherslu á heimskauta eða eitthvað. Já, þannig að það gerir þetta allt miklu aðeins flóknara, sko. Já, nú kem ég til þín, nú ég ungur maður í háskóla. Er það ekki, sko? Jú, en þú ætlar að vera það núna. Já, kem til þín og er óráðinn, samt í einhverju ákveðnu námi. Já. Sko, þá segir maður, hvað gerur fyrir þann mann? Hann kemur til þín og hvernig ferðu það þessu? Hvað gerur þú? Hvað segir þú? Hann segir kannski... Leggur hann á bekk eða? Ég með hennar fína Chesterfield-sófa hann upp í vinnu hjá mér. Nei, sko það sem að venjulegast gerist er að komast að einhverju niðurstöðu hugsanir sínar, skulum við segja. Þú hefur einhverjar hugsanir, segjum að þú sért nemi í sálfræði og svo ertu, veit ekki alveg hvort ég er á réttum stað, hefði kannski betur átt að fara í lögfræðina eða eitthvað svoleiðis, að þá ræðum við það. Hvað finnst þér, hvað kosti sástu við sálfræðina? Hverju valdur þú sálfræðina? Hvernig sýnist þér sálfræðin líta út ef þú setur þig inn í segjum eftir 5 ár, ef þú getur útbúið það svona, þá senu í huganum og eitthvað svona. Við ræðum þetta svona fram og tilbaka svolítið svona og svo tökum við fyrir þá. En svo komst þú nefndir þetta með lögfræðina, hvað er þetta að hugsa þar? Þannig að þetta er bara svona fara samtölin fram. Og er það þá eitthvað svona, getur það verið bara svona einhvern smottir í sem að segir honum
Akkur fer ekki frekar í lögfræði, einhver vinur hann segir þetta við hann eða eitthvað þess aftar. Já, algjörlega. Og þá kveikir það upp í huganum. Eða hann á vin sem í lögfræði sem hann kannski hangið alltaf mikið með og svo eru þeir að spjalla námið sitt og eitthvað svona og þá fer það svona, akkur er ég þessu, akkur fór ég ekki þetta, svo Siggi eða eitthvað þannig. Já. Það kemur bara gjarna fyrir og það er alveg svoleiðis samtöl sem við eigum ofta á ári. En svo náttúrulega sagt að allt nám nýtist á einhvern hátt. En samt ekki viðkomandi fer inn á einhverja braut, sálfræðibraut og dettur og svo allt í einu inn í það að vilja vera lögfræðingur. Ætti þá ekki einhver annar að vera komin í hans stað? Er þetta ekki einhvers konar eyðsla á tíma og kennslu? Að þú sagðir að allt nám nýtist. Ef þú ert komin inn í háskólan á annað borð þá skiptir ekki öllu máli þó einn nemandi gerir það sem við köllum stundum að vertera, að fara yfir í eitthvað annað nám. Hann er ennþá inni í kerfinu hjá okkur, hann er ennþá að greiða sín skrásetningargjöld og svo framvegis. Það skiptir ekki öllu máli. Þannig að en þegar þú segir að og réttilega að allt nám nýtist einhvern veginn, þá held ég að það sé hárrétt. Við erum bara allstaðar með það fyrir framan okkur að fólk er grunnskólakennarar að vinna í fjölmiðlun, skilurðu. En það sem að ég held að sé sannast í því að allt nám nýtist á einhvern hátt er það að þú, þegar þú ert í háskólanámi, þá lærirðu ákveðin vinnubrögð. Þú lærir ákveðin hugsunargang, þú lærir, og það er það sem er svona aðall háskólanáms kannski, fyrst og fremst ef það er eitthvað sem að getur sett algjörlega fingurinn á að þá á það að vera að kenna þér gagnrýna hugsun. Það er ekki að gleypa bara upplýsingar og tyggja þér og kyngja þeim og eins og allt sé svona bara ný ísa sem þú varst að kaupa, skilur eða eitthvað svoleiðis, heldur þú þarft aðeins að melta. Og það er eitt af því sem að gengur upp í hugmyndafræðinum og allt háskólanám nýtist og svo þá þú lærir ákveðin vinnubrögð, lærir svona akademísk vinnubrögð, lærir að skrifa og koma hugsuninni í eitthvað form á pappír eða tölvu auðvitað. Þannig að það er það sem að ég held að það sé pælingin á bak við það. Hvernig gengur það? Að fá ungt fólk sem hvað tvítugt til að þegar þá væntanlega kringum það inn í háskóla. Hvernig gengur að fá það til þess að bara koma huganum að stað og skrifa almennilegan texta og íslensku og stafsetningu og allt þetta? Mjög sérlega. Þau koma náttúrulega, eins og þú sagðir, ég ætla að fá að grípa það upp, þú sagðir að koma venjulegast tvítugt beint úr menntaskóla eða framhaldsskóla. Okkar nemendur upp í háskóla eru dæmigert aðeins eldri nemendur, þau eru kannski orðin svona 25 ára. Búin að vera eitthvað jafnvel í vinnu eða eitthvað. Já, og eitthvað svoleiðis, og eru kannski jafnvel byrjað að stofna fjölskyldur og eitthvað svoleiðis. En svona að því hvernig það gengur að kenna fólki þetta, þá held ég að það gengur einhver leið til misjafnlega, en það eru ákveðin námsviðmið sem þú þarft að standast. Þannig og markmið með námi, þannig að ef þú ekki stenst það, þá náttúrulega ert ekki talin vera komin á þann stað að getur haldið áfram í rauninni, þá bakkar aftur og ferð aftur í gegn eða eitthvað svoleiðis, þannig sem að fólk fellur og fær svo aftur og fara aftur í námskeið eða eitthvað þannig, en og það er bara ákveðnar reglur sem gilda það allt saman, en þeir sem útskrifast úr námi í háskóla, þeir eiga að vera færir þetta. Þeir eiga að vera færir þetta, þeir eiga að hafa staðist þær kröfur sem að gerðar eru sem sagt námsmarkmið og viðmið æðri menntun og prófgráður, eins og heitir. Já. Er það þannig að það allir þeir sem fari í háskólanám eigi raun að gera það? Ættur ekki vera á einhverjum öðrum stað? Stundum er það þannig. Það er þannig? Já, stundum er það þannig. Hefur þú rekið einhvern nú námi og sagt, þig langar frekar til þess að vera smiður? Nei, það hefur komið fyrir akkurat í samtalinu sem við vorum að tala áðan með sálfræðinginn og lögfræðinginn, að þá hefur það alveg komið fyrir og ég minnist þess mjög mikið núna að það kom ungur maður til mín fyrir svona 2 árum og hann var þá inni í
hann var ábyggilega í félagsvísta deildinni, ég man ekki alveg í hvað námi hann var, hvort hann var í, það eru nokkuð marga brautirna félagsvísindi, nútímafræði, sálfræði og allt þetta og fjölmiðlafræði. Ég man ekki alveg hvað hann var, en hann var farinn að kveljast pínlítið, þannig að strax fyrsta haustið, vissi ekki hvert hann var eiginlega kominn og gat einhvern veginn ekki séð fyrir sér að þetta væri það sem hann vildi gera og eitthvað svona. Og hann kemur síðan til mín, þessi piltur, og fer að bera þetta upp við mig og ég sagði einhvern veginn við hann, hvað var það sem þú varst að hugsa þegar þú komst inn í skólana? Hvað var það sem þú varst að hugsa áður þú komst og þegar hvað einhvern veginn rak þig hérna inn og eitthvað svoleiðis? Og hann sagði, mér hefur alltaf langað að vera listamaður. Og sem sagt myndlistamaður, talaði hann þá og ég spurði hann, af hverju ferðu þá ekki bara ferð í myndlistarskóla? Já, allir það sé ekki bara best. Og svo kvöddust við með Kurt og Pí og allir glaðir. Já, og fór hann það? Já. Færðu svörun frá þessum nemendum þínum? Hittirðu þau, skrifaðu þér, segja takk fyrir ráðlegginguna? Það kemur einstöku sinnum fyrir, veist það, en ekki mjög oft. Og ég, þegar ég var að læra út í Bandaríkjunum, þá var ég náttúrulega líka í praxís eða í verklegu og þá gerðist það bara mjög oft og það eins og Amerikanar séu svolítið aldir upp í því að þakka fyrir sig og ég ætla að skrifa kort, ég ætla að senda henni nótu, skilurðu, þannig að ég fékk mikið oftar eitthvað feedback það hvernig fólk upplifði mína ráðgjöf þar á þeim stuttatíma sem ég var þarna, heldur ég nokkuð tíma fengi hér og ég held að það sé bara eitthvað menningarlegt fyrirbæri. Það fer að líta á því bara svona sem bara sjálfsagðan hlut. Já, eða líka bara, ég veit það ekki, erum við almennt að gera þetta mikið? Nei, líklega ekki. Ég hugsa ekki, Nei, já, ég held það. Það er rétt hjá þér. Þú varst í Ameríku. Hvernig stóð á því að Sólveig Hrafnsdóttir fór til Ameríku til að læra, sem að stendur alveg á minnstara skíðinu allan tíman? Já, það var nú það eiginlega að þegar við hjónin vorum að ákveða það, okkur langaði til þess að fara í framhaldsnám og við vorum að ákveða hvar væri sniðugt að leita fyrir sér. Við höfum lært semst grunnnámið okkar í Noregi og og á þessum tíma þá þekktum við þetta vel og vorum búin að þekkja mjög lengi yndislega vinahjón okkar Rósu Kristínu Júlíusdóttur og Nick Karilja sem læknir upp á spítala og mjög margir þekkja. Og við ræddum svolítið fram og tilbaka semst veru, þau höfðu búið í Ameríku og hann alveg upp þar og og við ræddum þetta svolítið fram og tilbaka við þau og síðan ákváðum við bara að við skulum fara að kíkja á einhverja skóla og skoða hvernig landið liggur með þetta og af því þú segir nú ég hef staðið á vinstra skíðinu ef ég kynni á skíði hafði ég kannski gert það en allavega stóði vinstri fótinn kannski svolítið sterklega en þá bar það eiginlega þannig til að við förum í samtölum okkar á milli og allt það og þá komumst við bara að því að í því fagi sem að við vorum og í því sem okkur langaði að halda áfram að mennta okkur til þá var bara voru bestu skólarnir í Ameríku. Já. Og við vissum það líka eins og segja af samtölum okkar við þetta vinafólk okkar að Ameríka ekki einstærð. Það bara svo fjarri því sko. Mesta vinstri sinnasta fólki sem ég kynst á ævi minni kynntist ég þar. Nei. Já. Veit Trump að þessu? Já, það er spurning. Það er spurning sko. Já. Hvernig líkaði það? Var þetta eitthvað í baktanganum þegar þú fórst eða til? Fyrst af öllu, þú talar um manniðinn og fjölskylduna. Hver er maðurinn þinn? Kristján Jósteinsson heitir hann og félagsráðgjafi sem satt með þess eins og ég sagði áður hann meistaranám í endurhæfingu geðfatlara. Sko, þú ert að spyrja hvernig mér líkaði fyrst þegar ég kom til Ameríku þá fórum við sumarið 1993 fórum við hérna frá Akureyri þá get ég held ég megi segja að það hafi verið mest 7 stiga hiti hérna allt það heila sumar. Það hékk, þokan var hérna yfir okkur og það var rigning og suddi og súld allt heila sumar. Þannig að allt betra en þetta. Allt betra en þetta. Meira segja Ameríka. Já, og við förum við kom inn í skóla sem heitir er í bænum Syracuse í New York ríki. Og ég svona, hvað var að segja, allir ekki 5-6 tíma keyrsla frá borginni sjálfri. Já.
og og þar fengum við sem sagt skólapláss og þar erum við komin í einkaskóla með dýrum skólagjöldum. Þetta svona á þeim tíma það var svona 25.000 manns í þessum skóla og þetta ekki mjög stór skóli sko. Ríkisháskólinn í New York telur sko 500.000 nemendur, hann dreifður út allt ríkið þetta, hann stærsti kampusin þeirra líklega í Buffalo samt og stórir kampusar niðri í Albany og niðri í borginni sjálfri, höfuðborgin, niðri í New York, Albany höfuðborg ríkisins. En sem sagt við komum þarna og það 35 stiga hiti og hroðalega mollulegt og þannig við fórum þannig Verslunarmannahelgina og þannig var eiginlega allir fyrsti mánuðin, ég vissi ekki hvar ég var lent. En þetta hjálpaði, það hjálpaðist nú samt einhvern veginn allt að gera þessa upplifun frekar jákvæða. Við eignuðumst mjög fljótlega vini, við bjuggum í svona stúdenta íbúðum, eignuðumst mjög fljótlega vini og það voru þarna fólk á svipuðum aldri og við með krakka á svipuðum aldri og við og þannig kynntust við einum okkar bestu vinum sem við eigum enn þann dag í dag og koma bara mjög oft hingað til okkar, komu hingað til okkar síðastliðið sumar og og það fólk höfum við alltaf haldið sambandi við og við farið til þeirra og þau komið til okkar og við kynntust alveg ógrynni af fólki yfir á öllum heimsins hornum. Þarna bjó svo mikið af alls konar fólki á þessu stúdenta íbúðarsvæði. Þannig að það hjálpaðist einhvern veginn allt að gera þessa upplifun ofboðslega jákvæða. Síðan förum við náttúrulega bæði þarna í skólan og ég hef aldrei þurft að vinna eins mikið á ævinni eins og þessi 2 ár því að það ekkert gefið eftir í amerískum háskólum. Þar þarft þú bara að vinna, skrifa verkefni, vinna, hópvinnu, lesa, fara í próf bara í tíma og ótíma og vera bara alltaf á tánum og alltaf undirbúin. Það var bara þannig sem það var. Meiri kröfur eða heldur en þú þekkir héðan? Ég held að það sé nú alltaf aukast aðeins svona kröfuna hérna en eins og ég þekkti frá Noregi og mínu námi þar þá var það bara svona svolítið líglað með við það sem ég svo upplifði í Vesturheimi sko. Hvað var best við Ameríku? Mér fannst eiginlega best við Ameríku hvað fólk kurteist, almennt séð yndislegt þegar þú kynnist því, alltaf boðið og búið til aðstoðar, býr til svolítið svona, og ég lærði aðeins það líka, það býr til svolítið svona tilfinningu af fjölskyldu ef að þú einhvers staðar einn, þú alltaf tekið með ef það á að fara að grilla út í garði eða eitthvað að gera þá ekki hringi þau, ekki hafa samband við þau, ekki fínt að þau komi líka og það svona the more the merrier svolítið svona, það bara hafa bara nóg mikið af fólki einhvern veginn, kann rosalega vel við það attitúd og ég held að það sé, ég færi svolítið með vin minn í gegnum þessa hugmynd family eða þannig að þessi fjölskyldu svona tengsl að það held ég skýring á því og hún svo að fólk þarf að vera svo mikið á faraldsfæti. Vinkona mín eða vinafólk okkar fætti í bæði 2 í Kaliforníu, bjuggu þar þangað til þau voru, sem sagt búið með skóla en síðan fara þau þegar þau þurfa að fara að finna sér vinnu, þá var ekkert víst að finna vinnu í Kaliforníu, svo þau fundu vinnu í Syracuse, þannig kynntust við þeim. Þegar við erum svo farin heim, þá eru þau komin til Wisconsin, þar sem þau eru komin í aðra vinnu og nú eru þau aftur komin upp til Rochester í New York ríki eftir annar vinnu og alltaf með fjölskyldu sína niður í Kaliforníu, þannig að, og það alltaf bara 6 tíma ferð, þannig að stórt land, þannig að ef þú alltaf á þessum faraldsfæti þá bara kannski gott fyrir að geta búið til einhverja hugmynd fjölskyldu, þannig að vinir þínir svolítið verða fjölskyldaði. Já. Ég kunni ofsalega vel við þetta. Ég kunni ofboðslega vel við staðinn sem við vorum á þegar ég vandist nú veðrinu þarna og mýfuglabitinu og öllu þessu, að þá þetta eru gömul, þar sem að Syracuse borg það eru gömul fenjasvæði Indjána og þarna byggum við hliðina á það sem heitir Indjána, það heitir líklega verndarsvæði Indjána eða frumbyggja
það má víst segja Indjána í dag, mátti ekki segja það þegar ég bjóð núti þá hétu alltaf frumbyggjar. En hérna, þannig að þegar maður vandist veðrinu hana þá var líka, fannst mér allt einhvern veginn vera komið heim og saman og ég hefði vel geta verið hana lengur. Já. En það var bara ekki í boði. Maðurinn minn, við fórum þannig að Kristján, maðurinn minn, fékk Fulbright-styrk til að fara í sitt nám og hann var þeim skilyrðum háður að hann færi beinsleið heim eftir að hann væri búið með námið. Þannig að það var ekkert í boði. Auk þess það lappar enginn inn í Ameríku allar eiga heima. Sko. Nei. Það mikill prósess í því. Sólveig, sko, nú ert þú í rauninni ekki í vinnunni. Þú veiktist. Já, það gerðist. Það var... Við höfum lítinn tíma en segðu mig pínlítið. Já, ég segi pínlítið að því. Já. Þann 14. september síðastliðinn þá var ég í rannsókn upp á spítala hérna og þá fannst æxli í ristlinum á mér og það var illkynja og það þurfti að ég þurfti að fara í aðgerð og send í aðgerð á Landspítalann. Það akkurat í dag eru 4 vikur síðan ég var í þessari aðgerð og þar var numin, það var ristilsnám aðgerð. Tekin burtu stór hluti af hægri ristli og það gekk allt vel. Þetta var illkynja eins og ég sagði og en öll aðgerðin gekk ofboðslega vel. Þetta var gert í flottum aðgerðaróbot sem þeir eiga sem þeir kalla þjarkan, aðgerðaþjarka og þar þetta bara gert þannig að mjög fær skurðlæknir Jórunn heitir hún Atladóttir sem gerði þessa aðgerð með stóru miklu teymi af læknum og alls konar sérfræðingum hana. Þar ligg ég á skurðarborðinu og hún bara svona til hliðar með svona joystick í tölvu að stýra einhverjum svona prikum hálfgerðum sem eru stungin honni í magan á manni og honni í gegnum lítil göt, þannig að maginn á mér lítur svolítið út eins og ég orðið fyrir hríðskotabyssu. En þessari aðgerð, þetta gekk allt vel og ég tæknilega séð ekki með krabbamein í dag. Já. En ég byrjuði í svo kallaðri forvarnar og stuðningsmeðferð sem lyfjameðferð sem sagt og ég byrjaði henni í fyrradag og þetta bara svona mun þetta ganga fyrir sig næsta hálfa árið mitt og þá ég laus við lyfjameðferð og vonandi bara laus við allt og þannig að ég bjartsýn og hress bara. Æ, það yndislegt. Ég var að spyrja þess. Ég vissi nefnilega að þú varst ekki í vinnunni. Nei, nefnilega. En ég ætla að taka mynda þér í lokin. Já, ok. Er til í það? Já. Ég brosa bara fínt. Jú. Sjá. Já. Veitu, ég náttúrulega að taka mynd af þér. Já. Takk mín kæra. Takk. Og gangi þér allt í lagi. Já, takk.